Jæja, hvað er hægt að segja eftir svona tap? Ýmislegt. Þetta var sama sagan. Ég eins og ég sé alltaf í sama helvítis viðtalinu. Það við erum betra enn í leiknum en fáum ekkert út úr honum. Þriðja skipti sumar sem við töpum niður 2 marka forystu. Enn einn leikur þar sem við höfum miklu fleiri færi heldur en andstæðingurinn, sem við nýtum ekki okkar færi. Andstæðingurinn skorar í rauninni, það getur ekki kallað fyrsta markið þeirra færi, annað markið krossinn, alls ekki gott, en ekki gott færi endilega. Þannig að þetta virðist vera sama sagan og þetta verður að stoppa. Já, ertu svona eitthvað ósáttur með varnarleikinn í þessum mörkum? Sko, varnarleikinn, þetta er náttúrulega mjög flott markið á hann fyrsta markið. Í markið nr. 2 þá náttúrulega vorum að fá ómikið á krossum á okkur, stoppa krossuna, boltinn kemur inn í ykkur, svo við verðum bara að vinna þessa bolta inn í. Þannig að vandamálið er hins vegar það að enn og aftur þá segi ég það að þegar þessi staða kom þá er leikurinn bara að vera búinn. Við erum búin að klára leikinn og þannig að þetta er vandamál. Já, náttúrulega gríðarlega svekkjandi að missa öll þessi mörk niður og svo bara á lokamínútunum fá sig víti og sigurmark. Hann var vítið og þetta er gríðarlega svekkjandi allt saman. Jú, hvernig er það að fara að rífa ykkur upp úr þessu? Já, það er bara einlega því, það þýðir ekki að vorkenna sjálfs, það þýðir ekki að fara í eitthvað voðalega. Það er enginn sem gerði okkur þetta, við erum bara að koma okkur sjálfur í þessu stöðu. Við erum komin í þá einföldu stöðu núna, við erum komin bara í fallbaráttu og þangað til við höfum búin að díla við það, þá verður ekki talað annað heldur en við erum í fallbaráttu og það verður bara eina leiðin út af því að menn standi saman og við verðum að ná einhverjum stigum heim. Já, fréttir af Tryggva Hrafni á leið í IA, hvernig líst þér á það? Mér líst mjög vel á það. Sérðu fyrir að hann komi núna í glugganum? Ég er bara ekki hugmynd á það, sko. Ég er með nógu vandamál til að hugsa að ég er bara að skipta mér í því og voru að tala við Ingimar það, sko. En þetta, ég veit aldrei hvernig leikmaður Tryggva er og væri náttúrulega mjög gott að fá hann í glugganum en ef hann kemur eitt tímabil þá er það bara svo. Hvernig lítur á framhaldið? Framhaldið er bara hörku vinna framöndan hjá okkur. Þetta náttúrulega gengur ekki svona og nú eru 8 dagar næsta leik. Við verðum að nota það vel og mæta klárið næsta leik. Takk fyrir.